Sælir fólkið og velkomin með mér í Glettur. Nú, vetur konungur hefur tekið völdin svo munar. Undanfarna daga hefur verið hríðarbylur mest allt Austurland, fjallvegir, milli fjarða, víða ófærir og öræfin lokuð þar að auki. Og bæði í gær og fyrradag var fellt niður allt áætlunarflug frá Reykjavík til Egilsstaða. En í dag bjart og fallegt veður, falleg vetrarbirtan. Veturinn hefur líka sína stemningu þó mörgum leiðist svarta myrkrið, nánast allan sólarhringinn og kuldinn og snjórinn. En það má þola þetta og ekki síst vegna þess að jólin brjóta upp skammdegið með birtu og yl og hátíðleika. En svona jólastemning að halda innreið sína. Til dæmis á Egilsstöðum, þar var mikil jólastemning síðustu helgi þegar kveikt var á jólatrénu við gamla kaupfélagshúsið. Nú, héraðsmenn segja sumir hverjir, allavega þeir eldri, að jólastemningin, jólaundirbúningurinn geti ekki hafist fyrir en búið að kveikja á kaupfélags jólatrénu. Og þar voru héraðsdætur og sungu við raust á laugardaginn. Jólunum gleð og gaman, búm, búm, búm. Jólunum gleð og gaman, búm, búm, búm. Þá koma allir krakkar með í kringum jólatréð. Það ríka gleð og gaman, allir hlæja og syngja saman, búm, búm, búm. Og jólasveinn með sekk á baki, búm, búm, búm. Og jólasveinn með sekk á baki, búm, búm, búm. Hann gæðist inn gættina á góðu krakkana. Það með ríka gleð og gaman, allir hlæja og syngja saman, búm, búm, búm. Á jólunum gleð og gaman, búm, búm, búm. Á jólunum gleð og gaman, búm, búm, búm. Þá klengja allir krakkar með í kringum jólatréð. Það með ríka gleð og gaman, allir hlæja og syngja saman, búm, búm, búm. Nú að sjálfsögðu voru jólasveinarnir mættir á svæðið, aðeins í fyrra fallinu hafa stolist frá Grýlu og Leppalúða. Ég stekkjastur, en þú? Hæ, stekkjastur. Eru þið ekki rosalega þægilegir jólin? Góðan daginn. Það bróður að það. Það séð það. Allir hann. Já, þannig að bregður ekki í ykkurlengsi. Allir að gera saman. Allir tilbúinir? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Já, ég nefnilega ekki að rosalega snjall að tala. Og krakkarnir kunnu vel að meta heimsókn þeirra og þáðu ávextina. Nú, það var ekkert sælgætt að þessu sinni, heldur mandarínur, en þeir sem komnir eru vel yfir miðjan aldur muna eftir því að það var einungis á þessum tíma síðustu dagana fyrir jól sem hægt var að fá epli og appelsínur í búðum og stundum komst það lítið magn að það þurfti að skammta þannig að allir fengju nú jólalyktina sem fylgdi eplunum. En við skulum hlusta á söng héraðsdætra aftur. Veistu mandarínu? Nú hlustum við að svo heilig og sett, ekki neikvæmt því áðan barst frétt. Jólasveinninn kemur í kvöld. Hann akkar sveinn og akkar í borg og kynjar margt veiktum kæti og sorg. Jólasveinninn kemur í kvöld. Hann sér þig þú sefur, hann sér þig vöku í og góðum börnum gefur hann svo gjafir veist að því. Nú hlustum við öll svo heilig og sett, ekki neikvæmt því áðan barst frétt. Jólasveinninn kemur í kvöld. Jólasveinninn kemur í kvöld. Já, Austfirðingar þurfa ekkert á því að halda að fara til annarra landa til þess að sækja sér jólatré. Það er bara að fara út í skóg, þar eru jólatré af öllum stærðum og gerðum. Nú, við skulum bregða okkur ofan yfir á Reyðarfjörð, en þar var líka jólastemning
og þar komu menn saman til þess að skemmta sér, ekki til þess að láta skemmta sér. Og krakkarnir úr leikskólanum komu þar og sungu við raust. Já! Elmar, kottu upp! Æfinning. 1 og 3. Jólasveinar gangur góðir, gilda staf í hendi. Móðir þeirra sópa gólf og drengir þá með vendi. Upp á stól stendur í kanna, 9 nóttum fyrir jól kem ég til manna. Upp á stól stendur í kanna, 9 nóttum fyrir jól kem ég til manna. Næst ætlum við að syngja Ég sá mömmu kissa jólasvein og jólasvein í stofunni í gær. Ég lætti skemmta þá til að líta gjafir á. Hún sleppti færist eins og vandi síður dúkkur hjá. Og ég sá mömmu kissa jólasvein og jólasveinin út skeggið hæ. Já, svo hefði veginn með, það hafði við hefða sér. Mömmu kissa jólasvein í gær. Já, það var sannkölluð jólastemning á Reyðarfirði og þegar búið var að kveikja á jólatrénu þá tóku menn höndum saman og gengu í kringum jólatréð og sungu með að sjálfsögðu. Jólasveinar! Reiknarta voru að koma fjölgunum, þeirra góðir fóru að átta undan jólakökunum. Hann stóð utan átta, það væri reiknarinn, en þá var hringt í jólakirkju, allir jólakökunum. Og með gildan staf í hendi, móðir þeirra sópar gólf og flengir gamu vendi. Upp á stól stendur mín kanna, 9 nóttum fyrir jól þá kem ég til manna. Upp á stól stendur mín kanna, 9 nóttum fyrir jól þá fer ég að djamma. Já, það er gaman að svona jólastemningu. En næst skulum við fara upp í Egilsstaði, förum upp yfir eins og sagt er og kíkjum inn í sláturhúsið, menningarmiðstöð héraðsbúa, en þar voru ungir hljómlistarmenn að stíga á svið. Það var hún Adda Steina, forvarnar og tónstundafulltrúi Fljótsdalshérað sem hafði veg og vanda að þessum tónleikum. Og þarna komu hljómsveitir allarleið frá Reykjavík, frá Hornafirði og frá Neskustad og svo frá Egilsstöðum. Við skulum kíkja inn og heyra hvað krakkarnir höfðu fram að færa. Herru, í kvöld er tónlistaviðburður á vegum ungmennamiðstöðunar sem er með starfsemi hérna í Sláturhúsinu á Egilsstöðum. Og það munu koma fram 4 ungar og efnilegar hljómsveitir. Það er frá Reykjavík, kemur Lucy and the Blue og svo eru 3 á Austurlandinu. Það er Murmur sem er hér á Egilsstöðum og nýtir æfingar á stöðuna sem við erum með og svo er Misty frá Hornafirði og Al-Kali sem er frá Norðfirði. Þessir tónleikar hafa í rauninni tvenns konar gildi. Það er annars vegar að vera vettvangur fyrir ungt tónlistarfólk til að koma fram með sína vinnu og svo hins vegar bara menningarlegt gildi fyrir samfélagið að
koma hingað og fá fría tónleika og bara njóta þessi hæfileika tröll hafa upp á að bjóða. Og markmiðið okkar í rauninni bara að ýta undir það, veita þeim aðstöðu og aðstoð til þess að bæði að æfa og koma fram. Allt lög eftir mig. Já. Sem þau öll. Ég sem öll lögin sko. Sem sagt 70s, blues, rock eitthvað neginn. Eitthvað, já. Sem sagt svona eins og Led Zeppelin eða... Led Zeppelin. Já. Og Jimi Hendrix. Já. Led Zeppelin og Jimi Hendrix blanda saman. Já. Svona cirka. Nema ekki alveg svo góðir. Já, eiginlega. Ég sem bara allt. Ég sem textana, ég er söngvarinn og gítarleikarinn. Þannig að ég sem textana og síðan sem ég gítarinn og lagið og allt það. Síðan sýn ég þeim það. Og við semjum svona með því. Og ég sendi þeim oftast bara í tölvupóstið eða eitthvað. Já. Það við skráðum okkur á tónlistarnámskeið, eða hljómsveitanámskeið. Hjá honum Jón Hilmari. Jón Hilmar. Frá Neskaupstað. Hann tvinnaði okkur svona saman, þannig að þá hittust við. Nokkurn veginn, Daði var ekki með þá. Nei. Ég er nýr. En síðan er líka bara voðalega fáir, þú veist, sem eru að spila hérna á Austurlandi. Já, vantar svolítið. Það er til dæmis... Og líka þetta sko, líka svona sem fíla svona rock og þannig. Já, nákvæmlega. Og þú veist. Við erum búin að vera rosalega virkir í að spila. Já. Spilum bara hérna út um allt eiginlega. Mikið á Íslandi og sem fórum við náttúrulega til Reykjavíkur. Já, spilum við þar á Icelandiris. Já. Off venue. Tónleikum. Eða ekki? Jú. Já. Og síðan erum við bara búin að spila út um Kaupin og Kaupin. Það er aðalega bara Austurland núna sko. Já. Síðan vonandi... Ekki náttúrulega enginn okkur í Reykjavík eða eitthvað. Vonandi sem verður eitthvað meira því þegar við erum búin í músíktilraunum. Já. Planið er samt að fara eitthvað á Akureyri næst. Einhvern veginn í vetur eftir áramót. Keyra bara þangað.
ég sem, það bara í blúskalanum sko, ég náttúrulega hræðilegur tónfræði, ég fekk að hætta í henni, ég svo lélegur. Já, við skrifum ekki... Fjall í henni með 2,5. Skrifum ekki neitt á lögunum okkar niður, vinnum við bara öll. Það bara það. Já, þetta allt bara í hausnum á mér, þetta allt bara eitthvað svona sem festist í hausnum, sem bara, catchy, og byrja að spila það. Var næstu þú samtir einhver 2 lög og glemdi þessu? Já, það gerist líka stundum. Já, þetta sjúklega gaman sko. Mjög gaman. Ég myndi ekki, held ég, breyta fyrir neitt eiginlega sko. Líka svo peppaðir eftir tónleika sko. Já. Það alltaf, það gaman hjá. Sérstaklega það gengur vel. Já. Það var ekki geðveikt. En ef það gengur illa þá er maður ekkert eitthvað peppaður sko. Nei. Það er bara gífurlega mikilvægt að fólk fái einmitt þessa aðstöðu og aðstoð, bara vettvanginn til þess að æfa sig í að koma fram og þannig náttúrulega heldur maður áfram í því sem maður er að gera og náttúrulega bestur í því sem maður hefur áhuga á. Þannig að þetta verður vonandi bara byrjun hjá þeim sko. Við spilum á einu balli í sumar Vestlandsmannahelgina. Það er alls bara allt mögulegt, hvað sem við getum komist að. Já. En hvernig er að vera eina stelpan í hljómsveitinni? Það er bara fín. Hún er ákveðin völd hérna yfir sveitinni. Já, það... Við spila bara eitthvað cover núna, við erum vonandi að semja eitthvað flota. Já, það er misskiptar skoðanir á hvað við viljum spila og svona. Þetta reddast allt úr sem. Og hvað er það sem dregur ungt fólk saman til þess að stofna hljómsveit? Ég veit ekki, það var bara eitthvað gaman að koma fram á tónleikum og svona. Við erum með bara hljómsveitaraðstöðu þar sem við getum komið og æft hérna. Það er hægt að taka upp disk ef að vill það og svo erum við líka með útvarpsaðstöðu. Það sem að verður til dæmis næstu viku er nemendafélagið í Egilsstaðaskóla með útvarpsaðstöðu. Þannig að það er og svo náttúrulega bara þessa aðstöðu. Hollvinasamtök heilbrigðisþjónustu á Fljótsdalshéraði hafa gefið út fyrsta kortið í nýrri röð jólakorta sem prýdd verða listaverkum nema af listnámsbraut Menntaskólans á Egilsstöðum. Kortin eru gefin út til fjáröflunar til stuðnings við hjúkrunarheimili Dyngju á Egilsstöðum og heilbrigðisþjónustuna á Héraði og Borgarfirði eystra. Það var efnt til samkeppni meðal nemenda við listnámsbrautina undir þemanu Föran í skóginum. Dómnefnd valdi mynd eftir Kolbrúnu Drífu Eiríksdóttur. Hún er 17 ára og er á öðru ári á listnámsbrautinni. Hér er hún með vinningsmyndina ásamt Sigrúnu Óskarsdóttur og Hilmari Jóelssyni frá Hollvinasamtökunum. Og hér sjáum við svo myndina sem prýðir kortið sem er prentað hjá Héraðsprenti og er til sölu í bókakaffi við Lagarfljótsbrú, í Lyfju á Egilsstöðum og á skrifstofu Menntaskólans. Þessi jólakort verða einnig til sölu á jólamarkaði Barra sem haldinn er í einu stærsta gróðurhúsi landsins og slíkur markaður hefur verið haldinn þar undanfarin ár. Þetta er held í 10. skipti sem markaðurinn er haldinn og hann verður á sínum stað 12. desember.
Nú, við skulum kíkja inn í gróðurhúsið og kynna okkur hvernig stemningin hefur verið þar undanfarin ár í aðdraganda jólana. Ég fæ jólagjöf, ég fæ jólagjöf, fæ jólagjöf, eitthvað sem gaman og gott að fá. Hvað eiginlega að vera? Ja, það jólamarkaður í Barra sem haldinn af Barra og félagi Skógabanda á Héraði og Skógrækt ríkisins á Hallormsstað og Héraðsskógum. Hér mikið fjölmenni, ekki fólk líka bara að koma hingað til þess að sýna sig og sjá aðra í undirbúningi jólana? Jú, þetta svona stemmingsdagur sem orðin bara fastur liður, þetta 7. skipti sem við höldum þetta og þetta hefur gengið bara stækkar alltaf og stækkar og við erum komin í 1700 fermetra sem markaðurinn stendur á og við erum að selja hérna, það eru 80 aðilar sem að selja vöru sína hérna. Brátt nálgast sú helgasta hátíð í bæ með heilögu ljósunum björtum. Andi Guðs leggst yfir lönd, yfir sæ og leitar að friði í hjörtum. En nú virðist fegurðin flúin á braut, friðurinn spennu hlaðinn. Lífsgæða kapplaup og kauphallar brask komið til okkar í staðinn. Jæja, ég komin hérna í básana hjá skógarbændum. Hér verið að bjóða jólatré í stórum stíl og búin að finna hérna ábúendur í Brekkugerði í Fljótsdal. Hvernig salan í jólatrjám? Hún bara þokkaleg. Hvaða tegundir eru það að bjóða? Við erum aðalega að bjóða rauðgreni núna og furu. Nú nú ekki langt síðan að í 3 árum talið síðan að skógrækt byrjaði í stórum stíl á Héraði. Hvernig gengur? Þetta búið að sanna sig sem atvinnugrein? Þetta hefur gengið vonum framar. Þetta alltaf fyrstu afurðirnar sem við hafa út skóginum, það eru jólatrjásalan og svoleiðis að við erum nokkuð brött með það, hvernig hefur tekist núna með hana. Og það ekki bara tré sem verið að selja, það eru hér kartöflur og rófur og sitthvað fleira. Hvað eru þið að bjóða? Við erum að bjóða upp á kartöflur frá Setbergi, bæði gullauga og rauðar og svo erum við með rófur frá Flúðum. Þetta ómissandi bara jólamatinn. Þetta, náttúrulega betri kartöflur heldur ekki einhver að gerist annar staðar eða hvað? Kartöflunar og fellum eru alltaf bara bestar. Hvað það sem svona gott við kartöflunar og fellunum? Það eru brosandi. Þá vill hann oft gleymast sem farveg oss fann, fæddur á jötunnar beði. Við tínum úr hjartanu trúnni á hann og í tilefni jólanna gleði. Vökvaðu kærleikans viðkvæmu rós, þá veitist þér andlegur styrkur. Kveiktu svo lítið aðventu ljós, þá eyðist þitt skammdegis myrkur. Hvað segja fjallabændur, hvað er verið að selja hér? Það er verið að selja hangikjöt. Er það hangikjöt ættað af fjöllum? Já, það er ættað og unnið á fjöllum. Það er oft talað Hólsfjalla hangikjötið, þetta er ekki þaðan heldur af Efrafjalli. Já, þetta er Efrafjalli og það er engar rollur á Hólsfjöllum svo það er erfitt að tala Hólsfjalla hangikjöt. Það er liðin tíð. Það er liðin tíð, já. Þetta kjöt er af Efrafjalli sem Stór Mörrudal. Er þetta þá ekki besta hangikjöti sem hægt er að fá? Ég veit það ekki, þið verða að dæmi það. Ég er ekki dómbær á það, sko. Bjóðið ekkert hérna heima tilbúin landa með kjötinu? Nei, ekki hérna. Bara heima? Já. Nú, það ekki bara sölubásar sem eru hérna í jólakettinum. Hérna er líka bekkur þar sem að sveitarstjórnarmenn fá sér sæti og síðan koma íbúarnir í sveitarfélaginu og taka þá á beini. Ertu eitthvað ósáttur við þá? Nei, ég er ágætlega sáttur við. Þetta eru ágæti strengir, en þeir þurfa náttúrulega að passa sig og vera pínlítið eins og menn. Kemur það fyrir að þeir breiðið út af því? Já, þeir eru nú ekki alltaf, standa sig ekki alltaf vel. Það er nú, en þeir að mestu leyti eru þau ágætt greið. Kemur það fyrir að þeir gleymi ykkur jökuldalíkum? Já, það er nú ekki bara þeir, það eru nú margir sem gleyma dreifbílinu, drengur minn. Er Villi búinn að skamma þig mikið? Nei, Villi skamma mig aldrei því að ég byrja alltaf fyrst á Hæli Villa, hann er jökuldælingur alveg í sérflokki og ég get aldrei neitt annað en hælt honum. Hann er svona orginal og ég kann að meta svolítið snillingar
Okkur vantar fleiri svoleiðis. Já, blíðkast hann við það ef honum hælt svona fyrra bragði? Já, honum þykir það nú ekki verra. Og hann sko jökuldælingar og svo sagði hann hér áðan að við gleymdum jökuldælingum. Það er það síðasta sem við gerum, við gleymum aldrei jökuldælingum. Er það nokkuð hægt? Nei, það er nefnilega ekki hægt, þetta veistu, ég veit það. Peningandi vaks ekki að trjánum hérna frekar en annar staðar, menn rákusi nú á það svona fyrir rest í öllu þessum fíflahætti að það óks ekkert að peningum á trjánum. Nú er það ekki? Nei, það virðist ekki vera. Þess vegna sem er ekkert farið að rækta tré á Skjálfandaflugvelli? Já, það er nú svolítið skógur í kringum húsið en það er ekki hægt að fara þar út og tína peninga, drengum minn. Það var hreindýrin eitthvað að verða að plaga ykkur í vetur? Nei, því miður ekki í haust eða sumar. Það var ekki dottið hon í frystikistunni eða þig? Já, þetta er nú spurning sem er ekki hægt að svara en hérna, þau hefðu mátt vera meira á ferðinni. Við höfum haldið okkur við þetta að bæjarstjórnarbekkurinn er settur í hér upp þegar að jólamarkað Barra er haldinn. Og hér koma menn með athugasemdir og annarkvort klappa okkur á bakið eða segja okkur til syndara. Og þetta er bara besti vettvangur sem ég held að við getum fundið okkur til þess. Ertu búinn að baka margar sortir? Ef ég á nú að vera heiðarlegur þá er nú viðurkenna það að ég hef ekki bakað einn einustu. En ég er hins vegar að fara í laufabrauðið í fyrramálið. Ertu búinn að baka mikið? Nei, bara smá vandræði upp á síðkastu. Ég baka nú lítið annað fyrir jóli. Konan sér það. Ég fæ eitt pakka frá af og ömmu og annan líka frá papp og mömmu. En þennan bakul og bréfið til því send ég bara upp á gríð. Nú, þá er ekki fleira í Glettum að þessu sinni. Við þökkum ykkur samveruna, minnum á að Glettur verða aftur á sama tíma eftir viku. Sjáumst þá, bless á meðan.